Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það mánudagur og þá leitum við á Samstöðinni hér stundum að heimsendi. Hvar hann að finna? Hann að finna í stöðu íslenskra tungu, leynist hann í þróun gervigreindarinnar. Fara þau tvö umræðefni kannski einhverju leyti saman. Það alltaf hægt að ræða ýmis álitaefni, sérstaklega í þjóðfélagi sem breytist eins hratt eins og okkar og heimurinn allur að gera og til að ræða svona mál tengd þessu komin skólastjóri Hagaskóla til mín. Ómar Örn Magnússon, ertu velkominn. Takk fyrir. Þú hefur nú getað undirbúið mig undir umræðum heimsendi ef að það tilgangurinn. Já, það eiginlega bara svona svolítið gerði grína sjálfum mér og okkur svona fjölmiðlafólki sem að það svona stundum eins og að okkur séu mikið niðri fyrir þegar við erum að kryfja álitaefnin. En hér á bæ þá finnst okkur betra að svona ganga lengra heldur en of skammt í því að ræða svona, hvað maður að segja, viðsjá og annað slíkt. Ertu sáttur við það? Ja, mjög gott og ég verð kannski svona bara ágætis jafnvægi þá í þeirri umræðu, vegna þess að ég vissulega eru brýn verkefni sem við sjáum fyrir okkur og ég kannski orða það ekki að það séu viðsjárverðir tímar en það eru alveg verkefni sem við þurfum að fást við og svona umhugsunarefni sem verður að pæla svolítið í og veltum því fyrir okkur hvernig við tökumst á við það því við ætlum að tala svolítið svona tungumálið og skilning á því og lestur og læsi og líka bara þessa umræðu sem verið hefur sem að, svo ég segi það bara alveg strax, mér finnst vera að þróast á svo lítið jákvæðari veg en hún hefur oft verið í svona aðeins upp úr vondum hjólförum. Já, einmitt. Við komum að því en bara af því að við erum svona kast á milli okkur því hvort við getum talað við sörfara tíma eða ekki. Mér skilst að þú hafir heyrt í honum Bergsveini Birgissyni sem ég ræddi við í síðustu viku og hans málflutningur nú sannarlega þess eðlis að maður svona klípur sér svolítið í handlegginn þegar hann ræðir gervigreindina, ef við sleppum henni lausri, gagnrýnislaust, ef við lítum ekki til fortíðarinnar, ef við lítum ekki til hugvísindana. Það margt sem hann sagði sem umhugsunarefni. Já, frábært viðtal og svona, já, í raun og veru margir kjarnar eða margar svona útgönguleiðir úr því að tengja við ýmislegt það sem það sem mér fannst meðal annars mjög áhugavert í því var svona þessi hugmynd skilning okkar, hvernig á hverju hann byggir og hvað þarf til. Líka bara þessar pælingar munin á mannlegum skilningi og vélrænum skilningi og þá líka hvernig við vinnum með upplýsingar, maðurinn, manneskjan og vélarnar og ég tengi þetta líka bara við svona hugmyndi sem við í Hagaskóla höfum verið að skoða svolítið frá bandarískum sálfræðingi svona að forsenda eða grundvöllur náms séu tengsl fólks. Það að segja tengsl nemenda við aðra mannesku og eins og hann segir, þetta Jared Horvath, að maðurinn lærir af öðrum mönnum, hann bara þannig gerður og það byggir á því sem hann notar hugtakið empathy sem hann segir að sé bara líffræðilegt ástand en ekki einhver svona hugmyndum dygðir eða gæði sem væri þá íslenska hugtakið samkennd eða eitthvað þess að sem skortir Jú, það meira verið að mæla hvernig við getum sett okkur í spor annara og eitthvað þess að en bara það sem við finnum þegar við smellum saman manneskjur að það er sú pæling og þannig verða til tengsl sem eru forsenda náms. Já, að nemandi barn sem nýtir engin önnur tæki heldur en vélvitið sem
kóðað sem starffræði í grunninn eins og Bergsveinn segir en ekki skilningur eða sköpun. Sko Horvath segir að maðurinn læri af öðrum mönnum en ekki skjám. Og ég heyrði að það var vísað í hann í öðru viðtali hérna á Samstöðinni í vikunni. Hann var fyrir bandarískri þingnefnd fyrir svona 3-4 vikur síðan þar sem hann var að tala um þetta og tala fyrir hérna svona meiri mennsku frekar en hitt sko í menntakerfum og hérna áhugaverðar pælingar. Já. Heyrðu, þetta sko held ég alltaf gott að ræða og það er virkilega gaman að að þú ert lesin í efni samstöðarinnar. Það gleður mig. Sko, Ómar, það sem sagt mánudaginn eftir það er eftir hálfan mánuð. Já, þá málþing hjá menntavísindasviði Háskóla Íslands. Þar sem félag menntarannsóknir og námsleiðin menntun, forystu og fræðslustarf og menntavísindasviði Háskóla Íslands halda opinn nestisfund eins og það kallað. Þar sem rætt verður framtíðarsýn læsi í íslenskum grunnskólum og mér datt í huga að hafa samband við þig og beðið það að koma aðeins og ræða koma með innlegg inn í þáttaröð sem má segja ég hef staðið fyrir stöðu íslenskunar. Ég hef verið að kalla fólk inn úr ýmsum ólíkum geirum og datt í huga geti verið gaman að heyra í skólamanni sem að fylgjast með svona breytingum á tungumálinu inn í grunnskólunum og svo framvegis. Og þú ert sem sagt einn fyrirlesara þarna á þessu þingi og það segir í kynningu þessum viðburði að umræðumlæsi og lestrakennslu í grunnskólum hafi verið áberandi í opinberri umræðu, ekki síst í tengslu við alþjóðlegar kannanir og samanburð við önnur lönd. Þetta svo sem klassískt þrætu epli og hér líka rætt svona einfaldar og ódýrar lausnir og upprópanir og svoleiðis. Hvers vegna hefur þú áhuga á því að blanda þér í þessa umræðu? Sko, ég og hef bara mjög lengi verið á því eins og við mörg og sennilega flest sem að störfum í menntamálum að læsi, lestur, lesfimi, lesskilningur sé grundvöllur ekki bara menntunar, heldur líka bara þáttöku í samfélaginu og þess að vera þegn í samfélaginu okkar og þess vegna höfum við líka lagt töluvert mikla áherslu á lestur og læsi. Það eru allmörg ár síðan að við svona ákváðum að reyna að halda svolítið svona þröngum fókus á því sem við erum að gera og svona reyna að einblína á fáa hluti og gera þá vel og þá finna út úr því hverjir þessir fáu hlutir ættu að vera og lestur og læsi klárlega einn þeirra hluta. Það vonað þú sért ekki alveg með tímasetningun á málþinginu vegna þess að ég sagt, undirbjó mig og mætti á þetta málþing 16. febrúar í síðustu viku sem bara gott vegna þess að þá er ég allavega búin að pínlítið ákveða hvað ég hefði ætlað að tala og ég svona kallaður inn í þetta sem maður af vettvangi. Síðan eru fræðimenn í panel líka og mér datt í hug bara svona vegna þess að það passa svolítið inn í tíma sem við erum á að fjalla svolítið fyrsta hlutan af matsferli miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu sem eru þessi nýju ekki samræmdu próf heldur nýju stöðluðu próf sem að við grunnskólar höfum núna aðgang að. Það hafa verið lögð fyrir lesfimi prófin í nokkur ár en nú eru þau komin í svolítið svona nýjan búning og við fáum að mínum mati mun betri upplýsingar stöðu nemenda og skóla og árganga en við fengum áður í raun og veru frábærar upplýsingar. Við fáum líka svona svolítið ábendingar viðbrögð við niðurstöðum prófana vegna þess að eins og oft hefur verið bent að það er ekki nóg að mæla bara og prófa, við þurfum að vinna með þær niðurstöður sem við fáum, þá bæði almennt, ef við sjáum til dæmis mun á milli árganga eða eitthvað þess háttar, eða við sjáum bara of slaka niðurstöðu hjá okkar nemendum almennt, en líka síðan bara með ákveðnum nemendum vegna þess að
við fáum upplýsingar nemendur og erum þá náttúrulega fyrst og fremst að skoða nemendur sem að koma út í svona neðan viðmið, hafa sem sagt ekki kannski fullnægjandi lesfimi. Og svo datt mér í huga, ég myndi örugglega líka aðeins bara tala það sem við erum alltaf að tala hvað getum við gert eða hvað þurfum við að gera, vegna þess að þessi umræða, hún hefur verið í gangi alllengi og hún hefur verið á köflum ágætt, stundum svona finnst mér við fara pínlítið af leið í umræðinni. Það hafa verið dregna fram alveg ýmsar leiðir eða mögulegar lausnir og svona mín viðvörunar orð eru kannski þau að eftir því sem að lausnirnar eru einfaldari ólíklegra að þær virki. Ég held að við þurfum ekki einfaldar lausnir og við þurfum ekki einhverja eina lausn. Það ekki eitthvað eitt sem að mun bæta lesfimi og lesskilning nemenda. Ég held að við ættum svona fyrst og fremst að hugsa lesskilningin eða bara skilning á tungumálinu. Það þarf margt til og það eru margir sem að þurfa að koma að því eða við getum hort á það, yfirvöld, skólar, sannarlega. Foreldrar og svo samfélagið allt hefur líka ákveðið hlutverk. Já. Grunnskólinn hefur náttúrulega ákveðnar skyldur og menn spyrja sig ábyrgðans núna, jafnvel svona sköpunarferli innan hús, hvort hver og einn skóli verður svolítið að að gera eitthvað aukalega, ekki satt? Jú, og skólar verða að gera það. Og sko ástæðan fyrir því og sannarlega við þurfum ekki PISA-mælingar eða mælingar sem eru búin að vera í kennslu í fleiri en 10-15 ár. Við þurfum ekki þessar mælingar til þess að sannfæra okkur að skilningur ungs fólks á tungumálinu honum fer dvínandi. Við finnum fyrir því og áskoranirnar eru skortur á skilningi á hugtökum og við þurfum að einblína sérstaklega á námsorðaforða nemenda. Það væri mjög gott að fá yfirvöld með okkur í og það svo sem alls kyns vinna, það hefur verið í gangi í að bara skilgreina orðaforða. Við erum náttúrulega tungumál en erum samt að bera okkur saman við það sem best gert í stórum tungumálum og ég meina þetta eins og til dæmis á ensku eru til alls kyns orðaforðalistar eða bara líka svona stigskiptur skilningur á tungumálinu, svokallega svona leksæl kvarði. Það sem bara gert ráð fyrir nemandi sem að hefja nám í framhaldsskóla þarf að vera á stigi, ég man ekki hvað 11 eða 12 eða eitthvað þess eða 9 til 11 og svo 12 til 13 upp í háskóla og það meiri sér þá hægt að merkja líka bara bækur í bókasöfnum fyrir börn á ákveðnum kvarða sem að við erum svo sem alveg að reyna að gera bara svona eftir, okkar getu að benda nemendum á lesefni við hæfi en svo viljum við náttúrulega líka að séu áskoranir í náminu. En það alveg rétt sem þú segir og skólar þurfa að gera sitt og skólar þurfa náttúrulega í fyrsta lagi að tryggja að nemendur nái færninni að lesa og ég búin að vera að vinna í unglingaskóla í bráðum 30 ár. Í fyrsta skipti held ég geti sagt, núna í vetur erum við með markvissa lestrarkennslu, það sé að kenna eða þjálfa börn í að lesa, það bara binda saman hljóð í orð og orð í setningar og svo framvegis. Það ekkert endilega út af því að okkur finnst staðan vera svo miklu verri núna en á síðasta ári, þetta svona þróun sem við höfum séð. Þetta kannski meira vegna þess að núna höfum við betri upplýsingar nemendahóp sem við þurfum að bregðast við og við erum bara síðasta svona þrepið í skyldu námsskólanum og okkur finnst mikilvægt að nemendur nái þessari færni áður en þau fara frá okkur að hafi þá frekari eða meiri möguleika á námi til frambúðar og líka bara meiri möguleika á að vera virkir þáttakendur í samfélaginu. En það sem sagt eitt af viðbröðum okkar sem sagt við þessum lesfimi mælingum að bjóða ákveðnum nemendum upp á
kennslu sem þá bara 3 daga í viku. Við erum með lesstund alltaf í upphafdags sem allir lesa í skólanum í 20 mínútur og hópurinn nemenda nýtir þann tíma í lestrarkennslu með bara lestrarkennslu fræðingu sem við fáum utanaðkomandi sko. Er þetta þá nýtt viðbragð? Þetta nýtt og önnur viðbragð sem við erum síðan í að sko við fáum niðurstöður. Já, Hagaskóli er svo sem kannski ekki alveg dæmigerður skóli í þessum viðmiðum miðað við að það er svona einhvers konar normalkurva dregin upp og að 21% nemenda séu fyrir neðan meðaltal, 58% nemenda eru í meðaltal og 21% nemenda séu yfir meðaltali. Þetta var búið til í forprófunum, gerir ég ráð fyrir fyrra og hittifyrra hjá Miðstöð menntunar. Við erum með tiltölulega fáanemndir eins og í 10. bekk hjá okkur eru 5% nemenda fyrir neðan meðaltal og 5% nemendur eru í Hagaskóla 10-12 nemendur. Þannig að þetta er náttúrulega mjög gerlegt hjá okkur en líka bara mikilvægt að við einblínum sérstaklega á þennan hóp. Já, sem leiðir hugan að því að ef þú væri skólastjóri annars grunnskóla þar sem hlutfall nemenda af erlendu bergi brotnir væri kannski 50%, þá segir það sig sjálft að það er allt önnur sviðsmynd, allt annar raunveruleiki. Þú sér þetta sko, ég er með svona ákveðna kenningu, ég náttúrulega sé bara niðurstöðu fyrir minn skóla. Við erum með eins og ég sagði 5% í 10. bekk, það er eitthvað aðeins meir í 9. bekk, hvort þessu 7, 8 eða 9% þar. Ég ímynda mér sko bara rannsóknir hafa sýnt fram á það eru kannski 2-3-5% nemenda sem eiga við sértaka lestrar erfiðleika og þeirri nemendur eru allstaðar. Það er hluti af þessari prósentutölu eða þessum nemendahópi hjá okkur. Hinn hlutin er að stórum hluta nemendur sem hafa íslensku ekki sem móðurmál, þannig að þessar niðurstöður það að þessi prósenta sé mjög lág í Hagaskóla, hún segir það, annars vegar að við leggjum sérstaka áherslu á lestur og læsi, en svo segir hún líka, gefur hún líka bara upplýsingar samsetningu nemenda í skólanum. Sko. Já, einmitt. Sko, þegar þú nefnir námsorðaforða og skilning, geturðu kannski ósanngjarnt fyrir mig að biðja þau dæmi svona óundirbúið í beinni útsendingu. Já. En getur aðeins hérna? Já, sko þessi umræða hefur komið svolítið upp núna og við höfum í mjög langa tíma verið mjög upptekin af hugtakakennslu og við sjáum þetta bara í gegnum námsbókaskrif undanfarið, það eru svona dregin hugtök út fyrir á spássíðuna og svona hugtök til umhugsunar og hugtök til skoðunar. Þetta er náttúrulega bara mjög augljóst í námsgreinum eins og náttúrufræði, þar sem við erum með ljóstillífun eða eitthvað sem þarf að skýra og skilgreina sérstaklega, en síðan höfum við líka bara orðið vör við bara almennan skilning á það sem við myndum kalla bara almennum bara andspænis eða gagnstætt eða eitthvað þess áttar sko sem að vantar upp á. Ég man ekki það koma, það var skemmtilega, það koma reglulega skemmtilega dæmi. Nemendur voru að áttu að reikna flatarmál eða hvort það var ummál eða flatarmál svæðis og var að tala hjólbarða og einhverjir nemendur áttu sig ekki að hjólbarði er sem sagt hringlaga. Sem er dekk, og þú veist, ýmislegt svona og við höfum verið svolítið upptekin af... Og sennilega miklu fleiri sem þekki dekk, heldur Já, nákvæmlega, upptekin af hugtökunum sem eru vissulega mikilvægt og það er mikilvægt til þess að nemendur nái tökum á námsefni og geti, þú veist, með því að fara í gegnum námsefni eins og ég nefndi í náttúrufræði skilið hugtökin sem að textinn byggir svolítið mikið á. En við höfum orðið vör við að það þarf svo sem að bæta síðan aðeins ofan námsorðaforðan líka. Síðan er annað sem að ég er svolítið upptekin af núna og finnst vera svolítið mikilvægt og þar tengi ég svolítið við það sem Bergsteinn var að tala um í síðustu viku. Það er líka bara að gera eða að við gerum þá kröfu á nemendur að þeir geti lesið og skilið langan samfelldan texta.
og sko ég vara mjög við því að nám þróist í það að verða þú veist, svona bara flettispjöld eða stuttarlýsingar og svör. Við þurfum að gera þá kröfu til nemenda að þið skilji langan, samfelldan texta, geti dregið honum ályktanir, geti skilið hvort þetta sé fræðitexti, hvort þetta sé skoðanagrein, hvort að höfundur hafi einhverja meiningu með því sem hann að segja, lesið á milli línana, tekið afstöðu til textans og svo framvegis. Ég hef nefnilega verið hugsið með þetta, hvort við eigum að svara einbeitingarspani barnanna sem styttra á meðan þau sína yfirburðafærni umfram okkar kynslóð því að klippa á milli, en þú segir nei. Ég óttast að það hafi, ég er ekki endilega, og ég hef náttúrulega engar upplýsingar vegna þess að því miður eru rannsóknir, það þarf að stórauka þær hérna á Íslandi, en það eru til skoðanir á þessu ég myndi það vísa helst til Bandaríkjanna, það sem hefur verið bent á að nám hafi einmitt aðlagað sig að þessu sem að Bókmenntir hafa aðlagað sig að þessu. Ég var hérna með rithöfundu daginn sem að er vanur að lesa yfir handrit og kaflarnir eru styttir í skáldsögum og alls konar svona, þú veist, fyrrum tyrnu texta. Við erum öll svolítið farin að svona tyggja þetta til og formelta þetta svolítið fyrir hvert annað, ekki bara ungmenni. Ég vara við þessu og texti á ekki að vera heldur þannig að, sko, texti á að vera þannig að þú þurfir sem nemandi eða bara sem manneskja að hugsa og brjóta niður. Og ég var nú reyndar mjög gagnrýninn á það því ég er sagnfræðingur og kenndi sögu og samfélagsfræði á sínu tíma. Ég man eftir námsbók sem kom fyrir örugglega 20 árum síðan. Það sem var talað eitthvað hafði gerst á, hvernig var það notur? Eitthvað hafði gerst á ofanverðum 3. fjórðungi síðustu aldar. Og maður þarf svolítið að hugsa. Þetta er þó kannski 1960 eitthvað svoleiðis. Og mér fannst þetta er náttúrulega óþarfi, sko. En texti má samt alveg vera þannig og þarf eiginlega að vera svolítið þannig að við þurfum að brjóta niður og hugsa hann og frekarinn hitt, sko. Annað væri uppgjöf, undanhald. Sætum við þá bara eftir með hlaup í heilanum í stað þess að við værum alvöru vélar. Ég held það. Og þannig að þetta er svona annað í því sem að við þurfum að gera í skólunum. Við þurfum að tryggja færni nemenda, hæfileikan að geta lesið texta og við þurfum að þjálfa nemendur í að lesa fjölbreytta texta. Umræðan hefur líka verið töluvert mikið, finnst mér, bókmenntateksta. Að það þurfi, og ég er alveg sammála því, það þarf að auka, og sérstaklega rithöfundar sem eru skrifa fyrir börn og ungt fólk, það þarf að hlúa alveg sérstaklega vel að þeim hópi til þess að tryggja útgáfu barna og ungmennta bókmennta. En við þurfum líka bara að skoða allan annan texta, námsbókateksta. Við þurfum að það þarf að verulega að efla útgáfu námsbóka og fræðiteksta. Ég hef fylgst með verkefnum barnana minna í 30 ár síðan ég eignaðist barn í grunnskóla og enn á ég barn í grunnskóla 30 árum síðar. Og maður hefur einmitt fylgst með þessum verkefnum þá í 3 áratugi einhverju leyti. Maður svona misvirkur. En það verður að segjast eins og að stíl hefur farið aftur, finnst mér. Og sumt er loðnara og óskýrara heldur en það þyrfti að vera. Já, og það er það er líka á þess að við ætlum kannski endilega að fara að tala mjög mikið PISA, en ég meina það sem við tölum sem ég veit ekki, að því að umræða núna hefur verið pínlítið að skilgreina þessi hugtök, að lesfimi, að það hæfileikinn að geta lesið eitt og ég sé allavega eins og í mínum skóla þá svo sem bara stöndu við tiltölulega vel þar og ég held að gerum það nú svona almennt mun betur en allavega umræðan gefur til kynna, þó svo við sjáum líka að það vantar upp á svolítið þjálfun hjá nemendum í lesfimi. En lesskilningur eða það sem hefur verið talað sem læsi, sem þú veist, í raun og veru bara þetta hugtak sem OECD skilgreindi fyrir okkur upp á nýtt með PISA-prófunum og miklu meira en að geta bara lesið texta.
Blessunarlega útskrifast flestir nemendur með þá hæfni að geta lesið texta þó svo að marga vanti svolítið upp á þjálfunina þar, en lesskilningunni sem bara skilningur á tungumálinu og snýst ekki bara að geta innbyrt texta og skilið, hann heldur líka að geta búið til eitthvað úr honum, að þar vantar svolítið, að þar hefur dalað svolítið getu okkar. Ég kom sjálfur mér á óvart áðan þegar ég talaði heilan á mér sem vél, sem var akkurat það sem ég ætlaði ekki að gera. Og sem sýnir það að maður sjálfur undir miklum áhrifum af þessu öllu og þarf að passa sig. En þú myndist á nálgun OECD og það kannski svona botta nálgun? Nei, þú veist, við getum alveg haft alls konar skoðanir á því hvort að eitthvert efnahags- og framfararáð í Evrópu eigi að ráða því hvernig menntun uppsett hjá okkur. Ég held að við sem að lesum svolítið gögnin og skoðum matsrammana sem farið að stað með, við erum bara nokkuð sammála því sem lagt upp með þar. Ég hins vegar vara við því að við, og ég meina OECD sjálfur benda á það að enginn skyldi nota þessar niðurstöður einar til þess að meta menntakerfi sitt. Við þurfum frekari mælingar og frekari skoðun bara okkar eigin á því. Við eigum að nota þessar upplýsingar og þær eru mjög gagnlegar. Ég var svolítið við því að við notuðum þar blind í að bera okkur saman við aðra, eins og við nú verið svolítið bent á að Danir komu sérstaklega vel út með önnur Norðurlönd síðast, en ef við skoðum gögnina þá frátækið eða þáttaka nemenda í Danmörku miklu lægri heldur en Ísland og Finnlandi allavega. Ég meina Danir það leyfi hjá OECD að undanskilja alltaf 5% nemenda vegna bara þroska og líkamlegra frávika. Já. Danir undanskilja ef ég manni 12% nemenda, meir en 1 af hverju 10 nemendur sem fær ekki að taka fær ekki að taka PISA-prófin í Danmörku. Til þess að losna við liflindi en á þjóðþinginu. Ég veit ekki hvaða 12% þetta eru. Ég meina, og sumir sem að skora mjög hátt á PISA, hollendingar hafa verið mjög grófir í þessu, hollendingar ná ekki, og Kanadamenn, ég held ná ekki 50% þáttöku, Nei. Og við veitum svo sem ekkert hvaða 50% eru sem taka ekki prófin, en... Nei, einmitt, þannig að já, ég skil hvað það fara. En svo hefur orðið núna seinni árum svo mikil viðskiptavæðing og markaðsvæðing allra hluta og til dæmis mjög ráðandi þáttur í umfjöllunum gervigreindina einhvers konar markaðskapphlaup og það talaði viðskiptaþáttin í gervigreindin í stað þess að við séum að taka heimspekilega umræðu hvað þessar breytingar þýða. Ég ætla ekki að halla orðið á vini mína sem allt saman frábært dagskrárgerðar fólk á alltaf miðlins og bylgjunni, en ég hef tekið eftir því að langstærstur hluti umfjöllunar gervigreind þar, hann tengist því að þetta séu rosalega jákvæða breytingar og þessu er oft stilt upp sem það að koma núna, það þetta kapphlaup á milli þessa og við bara vá, ég að horfa á einhvern íþróttaleik, þetta er rosa spennandi og allt það. Og nú ætla ég ekki að segja að þessi þáttur breytingarna sem að verða í samfélaginu hafi afgerandi áhrif á stöðu íslenskunar eða læsi eða annað slíkt, en allt tengist þetta Já, þetta hefur alveg örugglega áhrif. Ég hef bara ekki nógu mikla þekkingu á þessu til þess að geta spáð fyrir það. Ég get samt sagt að við sem að lesum aðeins menntafræði að allar tækninýjungar hafa átt að varpa menntun, alveg bara frá því að útvarpi kom fram í gegnum myndbönd og tölvur og ég eiginlega bara ennþá að bíða eftir því að sjá þær umbreytingar sem þetta átt að geta framkallað og mögulega gervigreindin eitthvað af einhver allt annarri stærðargráðu. Ég ætla ekki að spá fyrir það, ég ætla ekki að jafna henni heldur við útvarpið eða eitthvað þess áttar, en ég segi bara aftur, maðurinn gerður til þess að læra af
öðru mannfólki og þannig held ég að menntun muni fara fram áfram. Já, og þegar kemur að sko stöðu tungumáls við því að viðhalda örtungu eins og íslenskunni, þá hlýtur hinn skapandi þáttur að hvert og eitt okkar upplifa að við getum lagt eitthvað aukalega til þessara tungu sem við eigum í meiri vanda með hvað varðar aðra tungur. Sko við þurfum, ég held að það sé sko, já, því ég nefndi áðan hérna hvað skólinn getur gert sko, ég held og hvað við þurfum að hugsa sem samfélag líka er akkurat þetta sem þú nefnir sko, að við erum örlítið tungumál og hérna við finnum alveg fyrir því að tæknibreytingar sko, það þurfti ekki gervigreindina til, hefur haft gríðarlega mikil áhrif á tungumálið okkur og mun gera og ég meina við sjáum bara börnin okkar í kringum okkur bara internetið ég meina þau eru í ensku málumhverfi stóran hluta deginum það hlýtur að hafa áhrif og hérna við þurfum að velta því fyrir okkur hvernig við bregðumst við því sko og ég hef svo sem ekkert endilega lausnir við því kannski erum við bara komin á eitthvað svona Babelsturn tímabila sem að tungumálum okkar verður öllum saman ruglað eða það rennur saman í eitt, ég átta mikið á því. Nei, það eru skiptar skoðanir það einmitt. En hérna, þú hefur, hvað er langt síðan þú komst fyrst sem starfsmaður inn í grunnskóla? Það eru bráðum 30 ár síðan sko, 28 ár. Já. Hefur þú fylgst með þeim breytingum sem orðið hafa í tal- og ritmáli nemenda? Já, því miður, sko okkur hefur ekki lánast að byggja upp samfelldar, samanburðar mælingar á því sem gerist. Þannig að þetta er svona af of miklu leyti kannski tilfinning og það er bara svo margt sem hefur áhrif á tilfinninguna sem að ég gæti haft rangt fyrir mér í sko, ég meina til dæmis bara þegar ég kem inn í Hagaskóla fyrir bráðum 30 árum síðan þá eru nemendur í getuskiptum hópum. Já. Þannig að það eitt að ég hafi svona einhvern veginn í minningunni að hafa verið að kenna bara ákveðinni gerð nemenda eða ákveðinum nemendahópum sem að í minningunni var mjög getumikill. Getur haft áhrif á þessa tilfinningu mína sko. En ég held svo sem á mælingar svo sem eins og í gegnum PISA sem eru frá því 2000 að þær sýna okkur að málskilningi eða skilningur á tungumálinu hefur farið minnkandi og við þurfum að gera það sem hægt er að gera til þess að bregðast við því og þú veist ef við værum samfélag að horfa upp á að þekking okkar í sjávarútvegi hefði áhrif á að við næðum ekki því mesta sem við viljum ná út úr auðlindunum okkar að þá myndum við myndum auka rannsóknir, við myndum setja inn einhver verkefni til þess að skoða hvað við getum gert betur og það þarf að gera það í menntamálunum, það þarf að stór auka rannsóknir, það þarf að efla og passa upp á og hlúa mjög vel að kennaranáminu. Við þurfum rannsóknir, íslenskar rannsóknir og við þurfum rannsóknir á því sem er að gerast inn í skólastofunum. Okkur vantar svolítið rannsóknir. Það eru þó til nokkrar mjög góðar sem gott er að nýta en ég kalla eftir auknum og meiri svoleiðis rannsóknum. Við þurfum að tryggja að kennarar séu með allavega ákveðna þekkingu, ákveðin grunn í tungumálakennslu eða lestrarkennslu, læsiskennslu, skilningi og í öllum greinum. Ekki bara íslensku kennarar eða sérkennarar og það er svo sem alveg gert allavega upp á vissu marki og við þurfum líka að tryggja bara að þessi kennarar komi inn í skólana að þeir endist í starfi. Við þurfum að tryggja að í skólunum séu fagmenntaðir kennarar og þá er ég að tala um leikskólum og grunnskólum. Þannig að það er verk að vinna og ég held að við getum vel
náð betri árangri eða þetta snýst náttúrulega ekki að ná betri árangri á einhvern prófum heldur við getum vel tryggt betri skilning á tungumálinu bara með mjög markvissu inngripi og bara það verður að segja það líka bara það kostar peninga og við getum þá ekki verið að tala að menntakerfið okkar sé svo dýrt að við eigum að hagræða í því og auðvitað eigum að nota þá peninga sem í því mjög vel en ég sé fyrir mér að það þurfi mun meiri peninga til þess að tryggja þetta og þá erum við að horfa á umgjörðina á menntavísindin og kennaranám og aðstöðu kennara. Já. Nú það sem hefur breyst í málumhverfi okkar það að orðið á götunni sem að bara ef maður horfir bókstaflega á þann frasa það annað orð heldur en það var fyrir einhverjum áratugum. Núna fer ég sem bara í göngutúr niður í miðbæi eða hvert ég fer og orðið á götunni sem ég heyri alls staðar í kringum mig enska. Ég að heyra hið enska orð á götunni. Við vorum að tala samfélagsmiðlana og ensku áhrifin þar á internetinu fyrir börnin. Það eiginlega sama hvort maður horfir til ferðaþjónustu, gríðarlegs fjölda innflytjenda, tæknibreytinga, bara orðið á götunni bara enska, rosalega oft þegar maður fer út. Og svo fer maður í sund og það eru kannski 2 unglingskrakkar, íslenskir báðir, fæddir á Íslandi en kjósa að tjá sig á ensku, kannski bara til að hafa gaman, ég veit það ekki. En þetta kemur fyrir og þetta svolítið langur aðdragandi að spurningunni. En færist það í vöxt að orðið á göngunum í grunnskóla eins og hagaskóla að það séu 2 íslenskir nemendur eða fleiri að tjá sig innbyrðis á enskri tungu. Ég hef séð þetta eða heyrt þetta, þannig að þetta gerist og þetta til. Það líka bara mjög algengt að nemendur sem koma með annað tungumál en íslensku inn í skólana læri fyrr ensku en íslensku sem umhugsunarvert og þar með verður svona útbreiðsla enskunar í raun og veru kannski meiri en íslenskunar að það tekið tillit til vegna þess að þessi nemandi náði fyrr einhver hluta vegna tökum á ensku en íslensku og það líka alveg umhugsunarvert vegna það bara svona hvert eins og þú ert að tala hvert mál umhverfið á Íslandi það ekki bara í afþreyingarmiðlunum sem það á ensku heldur líka bara víða. Ég held ekki að við eigum að móta okkur skýra málstefnu og það svo sem verið að því. Ég man ekki hvort hún sé nýútkomin eða rétt óútkomin málstefna Reykjavíkurborgar. Landspítalinn með mjög áhugaverða málstefnu sem var kynnt fyrir áramót ef ég man rétt. Það sem bara skýrt gefið út að tungumál þessa vinnustaðar íslenska. Og við eigum að gera það líka. Við verðum þá líka að vera tilbúin til þess að tryggja að allir í okkar samfélagi, skólunum, hafi möguleika til þess að læra og skilja þetta tungumál eða lifa í því. Og það alveg tiltölulega flókið verkefni. Við í okkar skóla tiltölulega fáir, ætla sé ekki svona 7-8% nemenda sem hafa íslensku ekki að móðumáli. Það sennilega svipað hlutfall, mögulega aðeins hærra starfsmanna sem hafa íslensku ekki sem móðumál. Við þurfum líka að sjá til þess að þau geti unnið í íslensku málumhverfi og að búa þeim íslensk málumhverfi. Þannig að en þetta líka bara svolítið svona menningar pólitísk yfirlýsing að við íslenska tungumáli sem að þessi vinnustaður þetta samfélag eða Ísland notar. Af því þú notaðar þessi, finnst mér, vísu orð menningar pólitísk yfirlýsing einmitt það vantar það ekki menningar pólitíska staðfestu? Jú, en
svo viljum við viljum líka vera við viljum passa okkur á því hvar línan liggur og við viljum áfram vera góða fólkið og það ekki og Það ekki saman? Já, jú, en það bara er Jú, ég að segja þetta og á sama tíma sko fagna ég öllum sem að koma og hjálpa undir með okkur og frábært starfsfólk sem að er í Hagaskóla og talar ýmis tungumál og frábæri nemendahópur sem að auðgar sannarlega samfélagið. Já. En þannig að ég held að það sé í raun og veru það er ekki einhver tungumála fasismi að gefa það út að tungumál vinnustæðarinn sé ákveðið sko. Nei, hættan á að missa okkar sagna heimspeki heim og menningar heim, hún er mikil og þegar, hvað maður að segja, okkar besta fólk eins og Þórunn Eldjárn og fleiri vara mjög við því að við missum okkur sjálf ef við missum tunguna þá áttum að segja á alvöru málsins. Já, tengingarnar og eins og Bergsteinn talaði að við þurfum að geta og ég meina að ég bara líka sem sagnfræðingur sko að ég meina við það er mjög mikilvægt að við vitum pínlítið hvaðan við erum ef við ætlum að taka ákvörðun hvert við ætlum að fara og hvers vegna og það er líka bara mikilvægt í þessari umræðu sem að mér þótt vanta svolítið upp á að skoða svona svolítið sérkenni íslenska menntakerfisins sem og í því eru margir styrkleikar sem að ég held að við höfum að ýta undir frekar en að bæla niður í einhverjum svona patentlausnum sem að myndu þá draga úr, ég veit ekki hverju sko. Kannski það efni í annan þátt. Já, alveg örugglega. Já, en Ómar Örn, kæra þakki fyrir að koma. Það er gaman að fá þig til þess að hugsa aðeins þetta upphátt með mér og verður fróðlegt að sjá hvort það verða áhrif af þessu málþingi sem að verður, eftir hálfan mánuð. Og takk fyrir komuna, Kjalla. Takk fyrir að halda umræðunni gangandi. Og takk fyrir að vera hluti af henni, hlustendur, áhorfendur, nýrkafli eftir andartak. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.